Nú ætlum við að fara yfir verkefni 18 hraðastýringar. Þetta svona yfirlit yfir hraðastýringar sem eru kannski á markaðnum sem að þið kannski eigi eftir að komast í tæri við. Þess vegna þurfum við að fara yfir þetta og þið áttu ykkur á því hvað er hvað í þessu efni. Og þá förum við hérna í servo hraðastýringar og hérna áður þá voru bæði AC mótorar og DC mótorar tengdir við svona servo hraðastýringar. Það þýddi það að það var bara mjög nákvæmlega skynjað í hvaða stöðu í hringnum mótorinn var staðsettur. Þannig að hérna er sem sagt talað að servomótor var í rauninni mótor sem var með stýringu á annarkvort við DC og þá er það snúðurinn, hann var það var bara skynjari á honum, á ásnum og þá er það Armature Control DC servomótor. Síðan var hérna þá er strömmnum sennilega stýrt sko, og síðan var hérna Field Control DC servomótor, þá kannski verið meira líka hérna segursviðið, haft áhrif á segursviðið í DC mótornum. Og síðan er hérna Permanent Magnet Armature, sem sagt að snúðurinn var þá úr sísegli og þá er í rauninni strömmnum stýrt í gegnum hann og nákvæmlega staðsetninga á honum skynjuð með ásnema. En svo er þetta líka AC mótorar notaðir í það og þá er til sem sagt mótorar sem eru bara með tveggja póla sem sagt kallað hérna two-phase AC servomótor. Þá er þetta í raun bara eins og við köllum þetta einfasa en það stendur hérna two-phase og það var líka til, hvort að það er til ennþá en það er allavega hægt að hraðastýra, ég hef séð þannig. En svo er náttúrulega algengar að hafa þryggjafasa AC servomótorar. Þeir eru kannski má segja mjög algengir í dag. Þannig að þetta bæði DC og AC. Og svo sjáum við til þess að fá að vita meira þetta, þá er þessi linkur hérna sem að þið getið kíkt betur á. En næsta mál er hvernig er hérna AC mótor með sísegli uppsettur til þess að stýra með svona servostýringu. Sko, en þeir eru kallaðir brushless DC mótor, sko vegna þess að sko þetta í reynir ekki hreinræktaðir jafnströmsmótorar eins og við þekkjum á gömlu, heldur þá er verið að fela það að þetta sé í rauninni riðströmsmótorar sko, með því að kalla það á brushless DC mótorar. Það er engir hérna kol- og sleituringir í þessu eða neitt svoleiðis. Það er alveg rétt, þetta er brushless. Og svo er mjög gott vídeó þetta sem að þið getið kíkt á. En sem sagt að þróunin hefur orðið svo að það er tekin sem sagt besti hluti af báðum sko tveimur mismunandi mótorum, það er þryggjafasa sátrið er notað og þá tekin úr, eða sem sagt það er ekki skamhleyptur snúður heldur sísegul í snúð eða sísegur snúður notaður með þryggjafasa sátri og þannig er þessu lýst hérna í þessu vídeói sem er hérna fyrir ofan sem er mjög gott og útskýrir þetta mjög vel og síðan er þetta sem sagt servo, þetta er rauninni verið að skynja stöðuna á snúningunum eða á stöðu í hringnum á mótornum og svo er brugðist við því með merki eða sem sagt með hérna því að senda það afl út á sátrið, þryggjafasa sátrið og þá er bæði hægt að ákveða nákvæmlega hvar í hringnum á hvaða gráðu cirka er hægt að stilla mótorinn og hérna líka
Svo eru sumir mótorar, þeir eru hannaðir tiltölulega grannir og þá eru þeir mjög fljótir að komast upp á snúningshraða ef það er mikil breyting á snúningshraða á stuttum tíma. En síðan eru öflugir aftur, þeir eru stærri sig. Og en þannig að þetta er atriði varðandi servomótorana sem að við förum svo í að svara spurningunum í verkefninu. Næsta mál á dagskrá, það eru DC stýringar, hraðastýringar. Þetta er ekki lengur servo. Þetta er bara hraðastýring með jafnspennu. Og þá erum við með reiðspennugjafa og díóðubrú, en það er ekki allt saman bara díóður, það eru týristórar, hérna til þess að ofanverðu eru týristórar, meðanverðu eru díóður. Af því að við erum bara að gefa inn á þennan mótor hér bara eina straumstefnu, bara plús hérna ofanverðu og mínus hérna neðanverðu í brúnni. Og við erum að stjórna þessu á sviðinu, opnunarhornið er frá 0 og alveg upp í 180 gráður. Þetta er jafnströms? Þetta er jafnströms, já, þetta er jafnströms. Alveg pjúra jafnströms. Og í rauninni það sem vantar inn á þessa mynd er segulvafið. Það er merkt yfirleitt C og D, munið, það er snúðurinn er merkt A og B. Þið sjáu hérna, kolið og hringurinn hérna, neðri hlutinn á myndinni. Það er bara snúðurásinn og náttúrulega hann er undinn snúðurinn í jafnströmsmótornum. Þetta er bara affallsmótor þess vegna. Og viðnámið hérna er rauninni til að tákna raunviðnámið í leiðurum í spólunum í snúðunum. Þannig að þetta er raunviðnám snúðsins. Merkt hérna RA. A stendur bara fyrir gamla anker Þetta er gamalt orð sem er notað á Norðurlöndunum fyrir snúðinn, anker fyrir snúð. Og þannig að þessar rásir sem að við sáum eina svona rás í verkefni 18, þar sem við vorum með hraðastýringu á DC mótornum við Álafossvogina, að þar vorum við með týristórana, með minnir að það hafi verið tengdir upp í plús og díóður voru á móti sem voru tengdar niður í mínus. Og þær voru samnýttar með 2 öðrum díóðum til þess að gefa fastan segulmögnunarstraum inn á affallsvafið sem er merkt C og D, sem vantar hérna inn á myndina. Og það er mjög oft sem að mótorar svona, jafnströmsmótorar, þeir eru með bara fasta spennu, 230 volt eða eitthvað það bil, inn á segulvafinu, bara alltaf, og síðan er bara straumnum stjórnaði gegnum snúðurásina. Þannig eru þeir hraðastýrðir. Og en týristórarnir, þeir þurfa ekkert endilega að vera tengdir upp í plúsinn, þeir geta líka verið tengdir niður í mínusinn. En svo þá bara díóðnar eru bara að ofanverðu. Og þannig að þetta er í rauninni kölluð hálfstýrð, heilbylgju afriðun. Þá er ég að tala þennan hluta hérna. Þetta sem er sýnt hérna, þessar 2 myndir hérna, miðju og vinstra megin, það er hálfstýrð heilbylgju afriðun. Og þá erum við að stjórna því frá 0 til 180 gráður, opna horni. 180 gráður, þá erum við með enga spennu inn á og þá er mótorinn stopp. En myndin sem er lengst hérna til hægri, þetta er fyrir mótor sem að gæti verið með eitthvað hemlunarafl. Það þýðir það að það er einhver kannski vélbúnaður sem að er í sambandi við hann og hann er notaður til að hægja á þeim vélbúnaði og þá getur mótorinn hérna breyst í rafala og framleitt tilbaka inn á netið. Þess vegna stendur hérna heilstýrð heilbylgjuafriðun, en hún getur tekið hemlunarafl og þá erum við að nota mótorinn
og láta hann gefa frá sér hreyfiorku frá 0 til 90 gráður en svo myndi að taka við hemlunarafli frá 90 gráðum og upp í 180 gráður. Þá hann að bremsa. Þetta sjáum við seinna líka aftur með þryggjafasa dæmið. Ok, ekki meira þetta. Næsta mál, þá förum við í þryggjafasa DC hraðastýringar. Og þetta skoðum við aðeins betur á eftir líka með annari glæru möppu eða tveimur öðrum glæru pökkum og þetta hraðastýringar þess að við erum með þryggjafasa spennu inn á þryggjafasa afriðun og hún stýrð. Hérna erum við að tala hálfstýrða vinstra megin þryggjafasa afriðun og hins vegar heilstýrða þryggjafasa afriðun hægra megin en þá vinnur hún alveg eins og heilstýrða hægra megin. Heilstýrða vinnur þannig frá 0 til 90 gráður þá hún að gefa afl inn á mótorinn en frá 90 gráðum upp í 180 gráður þá hún að taka við hemlunarafli og flytja það inn á netið tilbaka. Skoðum það betur á eftir. Svo, ég ætla að renna bara yfir allar gerðirnar fyrst. Síðan kemur næsta gerð. Hérna höfum við núna hættir að tala DC mótorinn í bili. Nú erum konir í AC mótora. Þarna erum við að tala einfasa rafmagn sem við erum með en þryggjafasa út því að þetta svona algengast sem að við erum að nota. Okkur vantar yfirleitt eitthvað þryggjafasa mótora til að geta hraðastýrt til dæmis. Það samt til hraðastýring fyrir einfasa mótora. Við erum bara ekkert að kenna hana. Þetta kannski ekki orðið svo algengt eða var ekki algengt til áður fyrir allavega. En kannski að verða algengara núna að geta verið með svona hraðastýringar fyrir einfasa mótora. Það til, en við erum meira að einblína á þryggjafasa mótora og ef við erum með litla mótora eða segjum frá 0,1 kW upp í 4 kW getur verið kannski einhver tilfellum stærri mótorar en það allavega þetta verður pottþétt til hraðastýringar sem með einfasa inn og þryggjafasa út og þetta getur verið þægilegt ef þið eru kannski með bílskur eitthvað þið eru með þryggjafasa mótor og þið getið ekki notað nema fá þryggjafasa rafmagn. Hvernig gerið það? Jú, þið fáið ykkur hraðastýringu sem að getur tekið einfasa og breytt í þrjáfasa. Þetta alveg hægt. En þetta aðtuga bara spennumerkinguna. Erum við að fá nógu háa spennu inn? Þá þurfum við bara að tjekka á því. Því að, ok, hérna sjáu þið, hérna bara 4 díóður til þess að afriða. Já, ok, af því að við erum bara með fasa og 0. Við getum verið með 220 volt. Og svo bara þéttir og síðan eru 6 transistorar til þess að breyta þessu yfir í reiðspennu aftur, þryggjafasa reiðspennu fyrir mótorinn. Og það sjáum við hérna tengibrettið og hvernig mótorinn tengdur? Hvort hann stjörnutengdur eða þríhyrningstengdur? Sjáum við það ekki? Svo léleg mynd. Það langt í björtu. Það eru skinnur sem eru hérna beint niður sem sagt. Þá hann í þríhyrning, alveg rétt. Ok, næsta mál sem sagt þegar við erum með þryggjafasa inn, þryggjafasa út þá þetta ekkert vandamál. Hérna getum við með afl alveg upp í ég veit ekki hvað. Þetta algengasta aðferðin þegar við höfum aðgang að þryggjafasa afli, þryggjafasa rafmagni og við höfum þá afriðun sem að breytir þryggjafasa reiðstraumi í jafnstraum eða þryggjafasa spennu í jafnspennu og það algengast að vera með 2 þétta hérna í raðtengingu til þess að deila spennunni á milli þeirra. Þá þurfa þær ekki að þola nema helmingin af heildarspennunni, skiljið. Það er trikkið að vera með 2 raðtengda og það er bara einhver punktur í miðunni sem helmingurinn af heildarspennunni. Ok, næsta mál á dagskrá
það síðasta aðferðin, sko hérna ég að tala hérna AC-mótor og þetta getur verið venjulegur skamhljómsmótor, þetta getur líka verið permanent magnetmótor, þetta getur verið svona mótor sem til þess að færa skipið til hliðar, hvað kallað? Hliðarskrúfur? Já, hliðarskrúfur mótor, PM-mótor eins og frá Rolls-Royce til dæmis og alls konar svoleiðis notkun. En sem sagt, nú ætla ég að sýna ykkur sem sagt nýja tegund af mótor sem að kallaður Synchronous Reluctance mótor og hann svona skammstafur svona SYN RM sem sagt Reluctance mótor og kostur við þennan mótor það að það minna sem sagt afltap í honum. Það ódýrara að reka hann sem sagt til lengri tíma vegna þess að snúðurinn hann ekki lengur með einu tapi hitatöpum vegna þess að það ekki lengur leiðari, beinlínis leiðari þannig í snúðunum eins og það í skamhlaups-mótorum. Þegar munið að í grindin í skamhlaups-mótorum sem skamhleypt til endana að þar við með sko rafleiðara og þeir hitna náttúrulega þegar það spanast upp straumur í þeim þá hitna þeir og þar verður til varmi sem bara varmatap. En sjáum við þessar tvær súlur, vinstri súlan venjulegur skamhlaups-mótor. Áttu ykkur á því. Það erfitt að sjá, litamerkingin ekki svo greinileg en neðst sem sagt sátrið, stator í öðru sinnum R. Þetta sem sagt, þetta straumhitatöpin í sátrinu. Og það jafn mikil straumhitatöp í sátri í skamhlaups-mótor, gamla venjulega, og í þessum nýja mótor Það jafn mikið. Bæði í skamhlaups-mótornum, sem sagt það sem tapast í sátrinu. Það jafn mikil töp, skilurðu, hitatöp. Það breytist jafn mikið í varma í sátrinu í venjulegum skamhlaups-mótor og í þessum nýja mótor. Það sjáum við á að það svona ljósgrá súla sem jafn há, það ekki? Þess vegna þetta jafn mikið sem tapast í sátrinu á tegundunum. Og svo einhver önnur töp other, þá getur verið til dæmis núningur legum eða bara í kæliviftu, álag, skilji, það að blása líka loftið til kælingar, eitthvað annað svona álag. Hvað sagðirðu að munurinn á snúðunum væri? Sjáðu, snúðurinn sjáðu, í öðru sinnum rotor. Allt sem vinstra megin, sem hærra heldur en súlan hægra megin, það það sem tapast í gamla skamhlaups-mótornum. En þú varst ekki að segja að hann væri ekki segulmagnaður í... Nei. Sko, hann segulmagnaður með öðrum hætti, sem sagt, sjáið þið og þannig að það að gera að skoða þá upplýsingar það sem eru mjög vel útskýrt á netinu, hvernig svona sem sagt, snúður uppbyggður og hvernig hann virkar. Því að þetta uppbygging á hann allt öðruvísi og þetta segul rásir inn í þessu sem bara ný hönnun á snúðunum. Ok, þannig að núna ætla ég að færa mig yfir í annað skjal. Ég ætla að fara dýpra aðeins í áður en ég fer í að svara beinlínis verkefninu, þá ætla ég að fara yfir það sem var á já, í þessum skjölum sem eru efst í, það stýrþriggjafasaafriðin og þetta þessi heitir, heilstýrð þriggjafasabrú brú. Þetta finnið þið í innunni og ég ætla kannski bara að setja þetta þá efst en það
þetta er efni, þetta er alveg efst hérna í efninu, þetta eru glærur fyrir próf 3, það er verkefni 2.5, þið skoðið það fyrir prófið, en glærur fyrir próf 3 það er stýrð þriggja-fasa afriðun og heilstýrð þriggja-fasa brú. Það eru þessar tveir glærubankar sem við erum að fara að skoða hérna í PDF skjölunum. Og við skoðum þetta hérna, þetta er heilstýrð þriggja-fasa brú og það er þá hvernig hérna spennan lítur út, og en ég ætla að byrja á þessari hérna, stýrð þriggja-fasa afriðun. Þá erum við bæði með hálfstýrða og heilstýrða og hérna eru sem sagt aðferðirnar sem að hafa verið. Það er sem sagt það er til þriggja-pósa, en ég er ekki búinn að ég er ekki með hana á mynd hérna hvernig rásin lítur út, en svo erum við með heilbylgjuafriðun sem sagt hálfstýrð, þá erum við með 6 púlsa í rauninni, en það eru 3 týristórar og 3 díóður. Og síðan heilbylgjuafriðun, heilstýrð, það eru 6 týristórar, það er 6 púlsa afriðun líka. Síðan er ég með heilbylgjuafriðun, heilstýrðaðinn sem sagt 2 brýr, svona tvöföld, þannig að það eru 12 týristórar, en það er samt 6 púlsar. Svo er til heilbylgjuafriðun, heilstýrð, og þá er hún raðtengd til þess að fá fleiri púlsa. Þá eru 12 týristórar líka, en það eru 12 púlsa vegna þess að það eru 30 gráðu fasvik á milli eftirvafana í spenninum sem er tengdur við þetta kerfi. En hérna er heilbylgjuafriðun, en hún er hálfstýrð. Þið sjáu það greinilega á því, það er bara helmingurinn týristórar, hinn helmingurinn eru díóður. Og hérna erum við að fá bara jafnspennu inn á mótorinn og við erum bara að keyra þarna jafnströmsmótor. Hérna erum við með heilbylgjuafriðun, en hún er heilstýrð. Þannig að við erum að stjórna þessu frá 0 til 90 gráður, afl inn á mótorinn, svo getum við tekið hemlunar afl frá 90 gráðum til 180 gráður, tilbaka inn á netið. Og hérna er svo tvöföld, það eru 2 brýr, og hérna getum við keyrt mótorinn í rauninni í öllum 4 fjórðungum sem við skoðum betur seinna. Það er með brú 1 sem að getur keyrt hann sem mótor og sem rafaða líka, tekið hemlunar aflið tilbaka inn á netið. Og hérna sem sagt er heilbylgjuafriðun, heilstýrð og tvöföld, og þá sjáum við hérna þessa fjórðunga sem kallaðir eru. Og þá er þetta farið eftir spennu og straumstefnu. Og þannig að sjáum að hvernig straumurinn fer eftir snúðnum, eða já, þetta kerfi er eiginlega byggt upp sem sagt í kringum mótorinn. Þannig í hvaða, hvort við erum með plúsin hérna ofanverðu, þá erum við með fyrsta fjórðung og annan fjórðung hérna fyrir ofan, og ef það er umpólun á spennuna á snúðunum, þá plúsuna neðanverðu, og þá erum við með fjórða fjórðung og 5. fjórðung. Og hérna, þetta skoðum við betur eftir. En heilbylgjuafriðun, heilstýrð, raðtengd, og þá erum við með þetta við mikið afl, og þá erum við með 12 púlsa afriðun, og þetta hafið þið gert í mælingaverkefni hérna í Rámsvæði 6. Þannig að þetta hafið þið tengt upp og prófað. Þá vil ég fara í hérna glærurnar, hérna heilstýrð þriggja-fasa brúin, og hvernig við notum þetta við hérna spilkerfi. Það sjáum við hérna á eftir, en hérna er sem sagt tablan yfir það að við erum að hérna stjórna mótornum, sem sagt við erum að keyra aflinn á mótorinn frá 0 gráðum og upp í 90 gráðu sem sagt opnunarhorn. Frá 90 gráðum til 180 gráður þá erum við með neikvæða spennu, en þá erum við að taka inn tilbaka hemlunar afl. Ok, næsta mál á dagskrá, og þið sjáum það, þetta er cosinus af alfa, og þetta erum við að nota til þess að reikna hlutina út. Spenna út við 30 gráðu opnum lítur út svona. Þetta er miklu þéttari púlsar heldur en við hálfstýrða. Þetta er heilstýrð brú. Þið sjáum það eru 6 týrstórar hérna. Og síðan spennan út við 60 gráðu opnunarhorn. Hérna erum við með þá lægri meðalspennu, sko.
og síðan lækkar og lækkar þangað til að spennan er orðin hvað? Hún er orðin 0 volt við 90 gráðu opnuhorn. Það er engin spenna inn á mótorinn núna. U með er sama sem 0 volt. Þess að þetta er jafn há jákvæð spenna og neikvæð spenna hérna sem er að dansa hérna í kring, og þannig að mismunurinn er bara 0. Það er bara ekkert. Engin spenna inn á mótorinn. Eftir þetta þá erum við að taka inn hemlunarafl frá mótornum. Til hvers í ósköpunum erum við að gera það? Jú, í spilkerfum, þegar við erum að nýta hemlunarorkuna þegar að veiðarfærin fara út í sjó. Þannig nýtum við hemlunarorkuna til dæmis. Og þá erum við með hérna kveikihóll milli 90 og 180 gráðu þegar við að taka inn sem sagt hemlunarorkuna, og þá þegar við erum að slaka út trollinu þá erum við að vinna frá 90 til 180 gráðu og brúin áríðar bremsuaflið frá mótornum inn á netið. Og hérna er smá sýn í dæmi það hvernig við getum reiknað út spennuna. Þannig að þá erum við með til dæmis mínus 0,5, cosinus er þá að 120 gráðu opnuhorni er mínus 0,5 og þá fáum við mínus 270 volt. Og hérna erum við þá hvernig við notum sem það svona tvær brýr við rafmagnsspilkerfi. Sem sagt hífing er gerð með í fyrsta fjórðungi. Þá er brú 1, hún er í mótoravirkni og við erum að draga trollið inn. Við erum að toga vírinn inn á trolluna. Í sem sagt síðan í upphafi slökunar þá verður brú 2 virk í augnablik, og þá er sem sagt að við erum að virkja mótorinn þannig að tromlan fari af stað. Það er bara sekúnda eða kannski einhverja sekúndur til þess að koma tromlun af stað, og síðan bara tekur sjórinn við að toga og veiðarfærin toga bara út sem sagt bírinn, og þá skiptist strax yfir á í slökuninni yfir á fjórðunginn, og þá fer brú 1 að áriða hemlunaraflið tilbaka inn á netið. Og þannig er staðan sem sagt á meðan að hérna veiðarfærin fara út, og síðan skiptum við yfir í hífingu þegar við tökum aftur í. Og þannig að þetta gerist allt mjög hægt og rólega náttúrulega, svo að vera ekki of mikið sérst átak á vírinn. Þannig að og líka bara upp á það að halda veiðarfærum opnum. Og svo eru til aðra stýringar til þess að fullnýta opnun og veiðarfærum. Síðan Hvað er 2? 2 er ekki notað við svona kerfi, vegna þess að við höfum engin not fyrir það í akkurat þessu við getum séð það hérna 2 hérna, sjáu, það er hérna 3. Það er 3, já. 3 er upphafslökunar. Þá er mótorvirkni á mótornum, sem þetta brú 2, hún sendir strauminn öfugt í gegnum mótorinn til þess að hafa breyta snúningsáttina á mótornum, miðað við hífinguna. En sjáu þið hérna, þessi mynd skýrir hvað er í gangi. Í 2 hérna, þá er mótorinn, hann er orðinn að rafala, bremsen, sjáu þið hérna. Þá er hann að taka hemlunarafl. En við erum aldrei að taka hemlunarafl í þessu, þú veist, þegar við að hífa. Þá erum við aldrei að taka hemlunarafl í þeirri snúningsátt, skiljið. Við erum aldrei að nota þennan fjórðung við spilkerfið. Við erum bara að nota fyrsta fjórðunginn, sjáu þið, hann er sem mótor hérna, hægra megin. Og í byrjun slökunarinnar, þá er það líka mótor, það er 3. fjórðungur. En þegar við erum að fá hemlunaraflið út á netið tilbaka, þá er rafali, það er G í 4. fjórðungi. Það er hérna. Ok, þannig við erum aldrei að nota annan fjórðung í því kerfi, en auðvitað er hægt að nota það ef við værum með einhverja notkun sem myndi gefa okkur það möguleika að láta mótorinn breytast í rafala.
í þeirri snúningsátt, skiljið. Ok, ekki mál, við bara þá rennum í gegnum þetta að það er hægt líka að nota eina brú ef við breytum póluninni á affallsvafinu, skiljið. Þá getum við snúið við snúningsátt. Ok? Og það er svona stutt að svara þessu, en þetta er svona bara hvernig að þessi fjórðungar virka, skiljið. Að fyrsti fjórðungur, þá er hann að vinna sem mótor. Og það er alveg sem með þriðja fjórðung, þá vinnur hann líka sem mótor. Í fjórða fjórðungi vinnur hann sem rafali, þegar sjáum hérna G fyrir generator. Og svo í öðrum fjórðungi þá vinnur hann líka sem rafali sem G hérna. Þannig að, en allt í lagi, þá hérna, sko, ef þetta væri bara svona, þá er það aðalega, hérna, sem sagt, ef við værum ekki með týristóra hérna neðanverðu, sjáum hérna, þetta er bara hálfstýrbrú. Og þá erum við bara að vinna í fyrsta fjórðungi. Þá erum við bara að senda ströyminn inn á mótorinn allan tíman, alveg frá 0 til 180 gráður, ef það er bara hálfstýrð. Hérna áður, hérna fyrir ofan, þá voru alltaf með alla týristórana í brúnni, en hérna er hálfstýrð brú. Þá vinnum við bara í þessum fjórðungi hérna, til samanburðar. En sem sagt, það er hægt að nota þessa heilstýrð brú í fyrsta og fjórða fjórðungi með því að umpóla, sem sagt, spennunni inn á affallsvafið. Ok, herðu, þá ætla ég að bara halda áfram. Ég held að sé ekkert merkilegt meira í þessu, þetta er bara stýring sem að hægt er að útbúa fyrir, og síðan skoðum við aðeins aukadæmi 8 áður við förum í að leysa verkefnið. Hvað er mikið eftir að tímanum? Lítið. Er lítið? Já. Ok, ég á eftir að hlaða því inn kannski, en ég ætla að fara bara núna í verkefnið, í svörin í verkefninu, þannig getur farið yfir það örugglega. Þá er það hérna, og þá erum við hérna, sjáum við þetta hér. Sem sagt, hvaða gerðir af mótorum hafa verið tengt servostýringum, og það eru bæði riðstraumsmótorar og jafnstraumsmótorar. Næsta spurning, hvaða tegund af skynjurum eru á hraðanemanum sem tengist inn á stýringuna, og það kemur fram á myndinu þarna í glærunum, að það er Hall effect sensors. Og síðan, hvernig er brushless DC mótor uppbyggður? Að sátrið er 3 fasa venjulegt sátur, eins og í skamsmótornum, en það er síseglar í snúðunum. Konum með það. Ef þetta verður eitthvað mikið til að skrifa niður, þá kannski betra að ég taki bara mynd af því. En ég held að við náum kannski ekki að taka til dæmis þessa útreikninga hér. Já, því að það er spurt fyrst, sko, hérna, þetta er einfasa DC hraðastýring, og þá er hve háa spennu gæti þessi brú gefið yfir snúðrásina ef að spennan inn er 230 volt. Þá setjum við inn, þið hafið notað svona formúlu áður í verkefni, og ef við draugum svo líka díóðspennu frá og spennuna yfir týristórin, að þá hérna fáum við 204,9 volt út úr þessu. En þið getið bara tekið mynd af þessu, en já, getur líka verið að ég hérna opni bara fyrir þetta skjal á miðvikudaginn næsta. Ok, en síðan hvaða hluta jafnstraumsmótorsins vantar þá inn á þessa mynd hérna? Það vantar segulvafið, sem sagt C og D, til að búa til segulpólana og rafseglana inn í mótornum, inn í jafnstraumsmótornum. Affallsvafið er ekki með hérna á myndinni, bara þið séu meðvitaðir það. Ok, þá er næsta, það er 3 fasa DC hraðastýringar, og það er þá jafnstraumsmótor, hann tengdur riðspennunetti gegnum týristórsbrú, og er hérna 2 brýr, eins og við vorum að skoða áðan, og þessi brú er að vinna við 300 ampera straum hérna, og hér er mínus 365 volt, það þýðir að
hann að taka við hemlunarafli frá veiðarfærunum og það spurt hérna fyrst í hvaða fjórðungum getur í hvaða mörgum fjórðungum getur rásin unnið og sýndu það í hnitakerfinu og útskýrðu í nokkrum orðum. Og við merkjum bara 1, 2, 3, 4 hérna, þá erum við bara að merkja inn á myndina þannig. Fyrsti fjórðungur þá það jafnstraumsvél í mótoravirkni. Fjórði fjórðungur jafnstraumsvél í rafalavirkni og þriðji fjórðungur jafnstraumsvél í mótoravirkni, en þá breytt snúningsátt. Og síðan annar fjórðungur, það jafnstraumsvél í rafalavirkni. Það einmitt fjórðungur sem við notum ekki í spilkerfinu. Og svo til þess að reikna út þennan stað á hvaða kveikihorn þarf að stilla týristóna við mæligildi á myndinni sem ég var að tala það var hérna, við sáum þetta mínus 365 volta spennu og þá hérna setjum við það inn í þessa formúli hérna. Við erum með 400 volta spennu inn, 3 fasa og þá bara einfalt að reikna út kósinus á opnunarhaldinu verður þá þessi. Við getið tekið mynd af þessu þess vegna og skrifa þetta inn seinna til að skila verkefninu og þá það með, það jafnspennan en hún neikvæð, það mínus hérna fyrir framan af því að það verið að taka inn hemlunaraflið tilbaka. Sinnum pi deilt með 3 sinnum rótina 2 sinnum spennan, 400 volt og út úr þessu fáum við á opnunarhornið 0,675 eitthvað og þá tökum við kósinus fyrsta af þeirri tölu og þá sjáum við að opnunarhornið á bilinu frá 90 til 180 gráður, það passar. Þar hún að taka inn hemlunaraflið og þá erum við með 132,5 gráðu opnunarhorn. Þá erum við að fá aflið tilbaka og létta á öðrum rafölum í skipinu því að þarna komin inn auka raföli í kerfið. Ok, þannig að þetta svarið 132,5 gráður. Ok, komum við þetta eða komum við með þetta á mynd? Ok, þá held ég áfram. Þá næsta hérna einfasa inn, 3 fasa út AC hraðastýringar. Við getum líka að skoða þetta með spennu og reikna einhverja spennu í þessu líka því að hérna höfum við til dæmis á þessari mynd sýnt 220 volt AC inn hérna og 3 fasa út. Hvað spennan á hérna DC-linknum þegar það slökkt á mótornum? Sko, þegar hann ekki að draga straum þá náttúrulega hlýtur þéttirinn bara að hlaðast upp í hámarksgildi og þá það bara reikna max og þá max sama og meðalgildið. Það bara 220 sinnum rótina 2 sem þá 311 volt. Og síðan hve háa reiðspennu fær þá mótorinn frá þessari stýringu? Sko, hún getur orðið allt að svona 220 voltum. Fyrir náttúrulega eftir álagi og slíku og það mínus spennutöp. En þessir útreikningar eru mjög flóknir og ég treysti mér ekki til þess að fara út í þá núna. Þannig að við segjum bara að það það bil 220 volt getur orðið í mesta lagi og svo mínus spennutöp. Ok, komin við það? Gott. Það næsta. Hérna 3 fasa inn, 3 fasa út, AC hraðastýringar. Hérna hve há spenna verður yfir DC bus hérna á þessari hraðastýringu. Þá erum við bara með 3 fasa afriðus formúluna. Það 3 sinnum rótina 2 sinnum 400 volt spenna inn og deilt með pi og mínus 2 díóð spennufall.
og þá fáum við 538,8 volt yfir DC bus. Og hvað er mótorinaðferðin kölluð sem býr til rispennuna fyrir mótorinn? Hún er kölluð pulse width modulation. Ok, getur tekið mynd af þessu til dæmis? Náið þessu. Þetta er komið? Já. Ok, þá öndum við áfram. Þá hérna, sko, já, svo hefur spurt hérna hvað 2 mismunandi gerðir af transistorum eru í kraftrásinni. Sem að þetta gæti verið annarkvort IGBT. Ég ætla að hafa hérna spurninguna nálægt, færa hana aðeins hérna næstu síðu. Hvaða 2 mismunandi gerðir af transistorum gæti verið í kraftrásinni? Það er insulated gate. Ekki alveg nóg að setja bara skammstæðarnar. Jú, bara skammstæðarnar IGBT eða CMOS sem bara komplementari metalloxide semiconductor. Þetta eru þessar 2 gerðir sem að þið gætuð þurft að skipta eða einir út á sjó og eigið langt í land. Ok, það er komið. Síðan er spurt hérna nýja mótorinn, hérna synchronous reluctance mótor. Hvaða hluti mótorsins er eins og er í venjulegum skammhlaupsmótor? Það er sátrið, það er nákvæmlega eins og í venjulegum skammhlaupsmótor. Og síðan hvaða töp eru miklu minni í sín RM mótor miðað við venjulegan skammhlaupsmótor. Og það eru snúðtöpin sem eru miklu minni, nánast engin. Og síðan er spurt hérna eða reynd að lýsa muninum á snúð í skammhlaupsmótor og sín RM mótor. Og augljósasti munurinn er það að snúðurinn í skammhlaupsmótor er með teinum sem snúðleiðurum sem eru snúðleiðarar, en það er engir slíkir teinar í sín RM snúðunum. En síðan er bara að gera að skoða myndir af þessu á netinu og útskýringar í vídeó á hérna YouTube sem að fara mjög nákvæmlega í þessa byggingu. En hérna svona mótorar þeir þurfa að vera í sambandi við hraðastýringu, skiljiði. Það er ekki hægt að tengja svona mótor beint við 3-fasa rispinu og halda að hann fara í gang. Hann fer ekki í gang. Þannig að bara þessum fyrstu plássi aftur. Jájá. En að öðru leyti þá eru við búnir með þetta efni og þeir skilið þessu þá inn sem verkefni 18 og þá ætlum ég bara að segja þessari upptöku lokið.